Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Kæru hlustundur og velkomin að viðtækjunum. Það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og á þessum góða degi hef ég fengið til mín góðan gest sem ætlar að spjalla við okkur næsta klukkutíman. Hann heitir Sigurður Ingi Ásgeirsson, fyrrverandi kennari, hann kvikmyndagerðarmaður og svo ertu HÍ líka, ekki? Það stemmir alveg. Já, það nú kannski það sem ég finnst mikilvægasti titillinn að við erum að tala það sem titill, ég náttúrulega það ekki titill. Nei, en það er það sem þú ert að gera í lífinu. Það sem skiptir mig mestu máli í lífinu, já. Alltaf spurningum hvernig maður titlar sig þá í því samhengi. Já, ég reynir svona að fletta þetta saman. Ég reynir að nýta þá það sem ég fengist við, það sem ég hef lært, það er að segja kvikmyndagerðina og sérstaklega til að þá reyna að nýta hana til að þjóna þessum málstað. Já, og það er nefnilega það sem er kannski ágætt að gera þegar þú ert með svona einhvern grunn, þegar maður er alltaf að byggja einhvern veginn ofan á sjálfan sig, ekki? Og maður fær stundum á tilfinningu þegar maður horfir yfir ævihlaup fólks að jafnvel þó að því fatist svona eitthvað fram á við eins og einhver kallaði það, að þá er svona, maður sér einhver svona línu svona eftir á. Hefurðu einhvern tímann svona litið öxl og sagt, já, þetta sem ég gerði þarna, það var til þess að ég fór þangað og svo hingað og þá er ég komin hingað. Jú, það er ef við til dæmis skoðum þetta með hvers vegna ég er Bahai, það er vissar ástæða fyrir því. Ég var reyndar alinn upp í fjölskyldu það sem var ekki lögð mikil áhersla á trúarlíf. Foreldrar mínu voru ekki trúaðir. Nei. Ég sagði aldrei bænir, við fórum aldrei með bænir, en foreldrar mínu voru mjög svona vísýnt fólk. Þau voru bæði svona, sérstaklega kannski móðir mín. Já. Og það hafði áhrif á mig og að þau voru tilbúin til að leyfa mér að til dæmis að kynnast
kirkjunni og starfi kirkjunar. Ég var sunnundagarskóla á Akureyri þar sem ég ólst upp og svo var ég fyrir miklum áhrifum þegar ég var í sveit á Barkarstöðum í Fljótshlíð hjá trúðu fólki þar, fórum stundum í kirkju á sunnudögum og í Hlíðarenda Fljótshlíð, kirkjuna þar og það var alltaf mikið tilhlökkun og mikið viðbúnað þegar var farið í jeppanum fjölskyldan á bænum fór í kirkjuna. Flyktust allir inn í jeppan og brunnaði á stað? Já, það var svona viðburður og hátíðlegt og eins átti ég frænku sem hét Guðríður Sigurðardóttir og hún var mjög trúuð kona og það eru sérstaklega konur sem hafa haft mikil áhrif á lífið mitt. Bæði móður mín og þessi systir móður mína Guðríður og svo konan á Barkarstöðum í Fljótshlíð sem hét María. Allt var þetta, þessar tvær, Guðríður og María voru trúaðar konur. Já. Og svona einlæg, góð trú, góð heilbrigð kristin trú, engin ofsa trú, sko. Svona þessi gamla þétta trú á einhvern veginn gott almætti. Já, á Krist og þetta held ég að hafa haft mikil áhrif á mig og svona móta mig svolítið en eins og ég sagði þá kynntist ég lítið trúalífið, eins og foreldrar mínu voru ekki trúaðir. Móðir mín var mikið í pólitík, hún starfaði mikið á Alþýðubandalaginu, hún var formaður kvenfélags sósíalista og hún var meira að segja í framboði og var tíma að varaþingmaður á Alþingi. Já. En móðir mín var hugsjónakona. Já. Og hún var, eins og ég segi, hún var víðsýn og mikið kvenréttindakona. Allt þetta hafði áhrif á mig. Já. En það sem gerðist síðan það að þegar ég var ungur maður, þá hélt ég sko að kommunismin og sósíalismin, það væri lausnin. Öllum vandamálum heimsins. Og þú komst úr þannig umhverfi? Já, af því að sérstaklega áhrif mikil frá móður minn. Foreldrar minn voru báðir mjög vinstri sinnaðir. Pabbi minn er verkfræðingur, Ásgeir Markússon. Hann ættaður frá Ólafsdal í Dalasýslu, ólst þar upp, að hann einhvern veginn glataði trúnni algjörlega. Já. En sem sagt, ég vissi aldrei raun og veru hvort að mamma mín væri trúið eða ekki, það hún lét það aldrei eiginlega uppi. Nei, hún flíkaði ekki og það hefur kannski ekki þótt fara saman að vera vinstrisinnaður mjög og vera jafnframt trúaður. Já. Nei, það þótti ekki fínt, sko. Nei, það passaði ekki. En svo gerist það að þú manns kannski eftir 1968 þegar Rússarnir riðust inn í Tékkóslóvakíu að þá virkilega hrikti í trúmanns á kommunismann. Það fór að efast að þetta kannski væri þetta ekki lausnin. Nei, það væri eitthvað að þarna. Það var eitthvað að. Foreldrar mínum voru með þess að ekki alveg vissir lengur þetta, sérstaklega pabbi. Og þetta gengi mjög hart fram, þannig að Sovétmenn gengu mjög hart fram 1968. Já, og þetta verður líka áhrif á mig vegna þess að þegar ég var 14 ára gamall, þá sendu foreldrar mínir til Tékkóslóvakíu, í svona búðir, kommunistabúðir. Já, það nú verið upplifun. Já, þau átti eiginlega að gera mig á kommunista, sko. Já. En ég varð aldrei, það náði aldrei að svona trúa algjörlega á þetta. Nei. Og þegar þetta gerist þarna, þá virkilega fór ég efast þetta og ég man að við áttum nokkuð erfiðar samræði við foreldra mína með þetta. En gastu rökrætt við því þess að hlustuðu þið á strákinn? Nei, það var nú frekar erfitt. Já, þú var náttúrulega með allt sitt á hreinu. Já, en þó pabbi minn, hann var fann að efast verulega kommunismann. Mamma átti erfiðar með það, en það sem var svo merkilegt um móður mína, hún var alltaf samt víðsýn, eins og ég sagði. Ég man eftir því að við vorum með útvarpsþætti við Bahæjar, vorum með útvarpsþætti og útvarpsstöðin Rót. Já, já, einmitt. Hún var til fyrir einhverjum árum. Já, og ég man eftir einu þætti sem að ég og kunningi minn voru með þarna friðar ávarp allsherjarhúsi réttarsinnar sem var gefið út fyrir mörgum árum síðan.
og móðir mín hlustaði á þetta og þegar ég kem síðan heim þá sagði hún, og það var eina sem hún sagði bara, hún talaði aldrei við mig hvað henni fannst Bahai-trúna. Nei. En hún sagði, já það var heilmikið til í þessu, heilmikið vit í þessu sem voru að tala þarna. Þannig að mér þótti við að vænta þetta. Það var svona, eina sem hún sagði trúna var jákvætt. Já, þannig að hún var alltaf tilbúin að viðurkenna skoðanir annara og það sem að í rauninni svona kannski var andvert hennar skoðun. Hún virti annara manna viðhorfum. Já, svona yfirleitt held ég, mér segja það. Það var kannski ekki tilbúin til að sambyggja hvað sem var og var svolítið hörða sinni skoðun á ýmsum sviðum Já. Pólitíkin var náttúrulega henni mjög ofalega í huga. Já, og svona mannessi sem verður varaþingmaður, hún hlýtur nú að vera svona dálítið iðin líka í flokkstarfinu og var mikið í jafnréttisstarfi líka kvenréttindastarfi. Já. Og þetta eitt af því sem að reyndar Bahai-trúin boðar, eitt af meginkenningum Bahai-trúar jafnrétti kynjanna. Já. Það talað það fallega í Bahai-trúnni að ef við getum sagt að mannkynið sé svo fugl með 2 vangi, annar vangurinn karl og hinn kona, þá þurfa báðir vangirnir að vera jafn sterkir til þess að fuglinn geti flogið. Já, þetta mjög skynsamlegt. Og þannig á þetta bara að vera og það er svo erfitt að eiginlega átta sig á því þegar að fólki finnst ekki nákvæmlega þetta af því að í rauninni hvaða máli á að skipta hvernig við erum í laginu. Nei, og það er eitt af því merkilega sem hefur gerst síðustu 150 árin sem við sem erum Bahai teljum að þeir megi rekja til þeirrar svona andlega kraft sem kom með tilkomið trúarinnar þegar Baha'u'lláh sem höfundur Bahai trúarinnar opinbera köllun sína að þegar hann fer að boða þessa trú að þá trúum við því að það hafi skapað svona sérstakur andlegu kraftur í heiminum, svipað eins og þegar Jesú Kristur kom, það var margt sem breyttist við það og eitt af því þessi mikla barátta kvenna og annað sem getur nefnt það til dæmis afnám alls konar kynþáttafordóma og svo annað sem að Baha'u'lláh boðaði mikið, það var það að hann talaði um það að það sé sami kjarnin í öllum trúarbrögðum og að boðbyrðar Guðs að komið fram á mismunandi tímum við mismunandi aðstöðum, mismunandi þjóðfélög. Þess vegna þurfti að vera aðalega kenningar sínar að því þjóðfélag sem þið komið fram í. En kjarnin svo sami í öllum þessum trúarbrögðum. Já, þetta sé í grunninn sama hugmyndafræði, sama Guðin. Trúin, já, sami Guðin og sama trúin í raun og veru. Það er Guð hefur opinberað sig gegnum ýmsa boðbera gegnum aldirnar og þar við getum nefnt eins og Krishna og Buddha meðal hindúa, Zarathustra eða Zoroaster í Íran, Moses, Abraham, Jesús Kristur og Mohammed og allir þessir og síðan fyrir 150 árum síðan, 170 árum síðan komum fram 2 boðbera Guðs. Það Babin sem var fyrir hennar Baha'u'lláh sem boðaði komu hans, svipað eins og Jóhannes skýrari boðaði komu Krists og svo Baha'u'lláh. Það titill sem þýðir dýrð Guðs. Já, einmitt. Og þetta er það sem að Baha'u'lláh sjá sem svona þessa framvindu raunverulega bara að koma einhverjir sem að koma alltaf sömu stílabóðunum frá þá þessum mikla mætti sem að stjórnar þá öllu í alheiminum eða hvað. Já. Og hvað þá með, þá bara alveg sama hvað trúarbrögðin kalla sig eða þeir sem að aðhyllast þau að Baha'u'lláh trúa því að þetta sé bara rauninni bara sömu stílabóðin þau kom bara mismunandi áttum eða hvað? Já og þetta kannski ekki líkt þessu við eins og kennarar í skóla. Já. Að kennari í fyrsta bekk, hann það var aðalega það sem hann kennir að svo ungum börnum en eftir því sem börnin
eldast þá fá þau nýja og nýja kennara og þau vil læra meira og skilningurinn eykst og þá kannski verður það sem þeim kennt flóknara og þannig að þess vegna sendir Guð okkur þessa miklu boðbera öðru hvoru, sérstaklega þegar mannkynið á í miklum erfiðleikum. Þá koma þeir til að svona brjóta ísinn og koma með nýjar kenningar sem þurfum á því að halda þeim tíma. En hvað heldur þú og fleiri kannski sem að eru á samanmál og þú það að þessum núningi og þessum leiðindum og jafnvel alvarlegum átökum milli þessara trúarbrögða, þau byggja nú öll á sömu rótinni, linni, er það ekki bara þannig sem það ætti að vera, náttúrulega kjánlegt að einhverju sem er að boða eitthvað gott séu svo alltaf að takast á við einhver aðra sem að eru líka að boða eitthvað gott? Sko það sem hefur gerst því miður, eins og ég veit að þú þekkir, þú nú verið að kynna, þú numið hérna sagfræði, þekkir Jú, passa. Að fyrst þegar boðbyrinn kemur fram með spámaðurinn, þá eru svona fyrstu aldirnar kannski, eða fyrstu allavega áratugina, þá er svona trúin sterk og saminandi. En eftir ákveðin tíma þá er það því miður kirkjuleiðtogarnir, prestarnir, þeir fara að túlka kenningarnar og misnota trúna. Er þetta þá svona valdafíkn? Þetta er valdafíkn, já, þetta er valda fyrst og fremst og það kemur alls konar spilling inn í trúna og það getur líkt þessu svona eins og við ástíðirnar að þegar nýboðberi kemur fram þá var það svona eins og vorið. Hann kemur til að þegar þess að vorið það kemur sem að það hriður í burtu ýmsu því sem er dautt og ónýtt og blómin byrja að vaxa aftur og síðan kemur sumarið og það við getum sagt að það þegar trúarbrögðin er mesta menningatímabilið. Stundum við tökum Islam að 400 árum eftir stutt eftir döða Muhammeds þá barst Islam út alla jörðina eða stóran hluta heimsins alla leið til Spánar og alla leið til Indlands og til dæmis á Spáni þá var þarna geysileg menning sem að múslimar og Islam kom með og það var 400 ár sem að þeir réðu þarna á Spáni og þetta var mesta menningaríki á þeim tíma en þannig að þetta er svona eins og sumarið. Síðan gerist það sem við getum kallað sem haustið, það þegar það fara að blása alls kaldir vindar og það er svona deilur og alls konar átök innan trúarinnar og það er það sem þegar prestarnir er farnir að hafa ómikið völd eða pólitísk öfl. Síðan getum við sagt að veturinn er versta tímabilið, það er þegar allt er staðnað og þá sjáum við þessar rosalegu ofstæki og það sjáum við til dæmis í dag í Islam í dag. Það er þessi ofstækishópar og það eru oft prestarnir sem standa á bakvið þetta. Það er þeir sem kynda undir eldin, þeir eru að halda þessar ræður sínar í misnota moskurnar til að halda þessar hatursræður og það eru oft ungir menn sem að fara að taka þetta allt á bókstaflega og fara að trúa að þessir haturspredikarar eru að boða og raun og veru eins og ISIS, þetta eru ofstækisfullir múslimar en þetta er líka oft mikil pólitík í þessu sem er þarna bakvið. Og þetta hefur sést í sögu margra og kannski hefur flestir að trúa bara það hvernig þau eru svona lokum eða einhver tímann á ferlinum notuð í mjög grimmum tilgangi. Og ég hugsa að það sé mjög óþægilegt fyrir þá sem kannski þekkja og skilja þennan friðarboðskap sem er verið að færa eða kærleiksboðskap eða hvað hann heitir nú að sjá svo þann notað í einhverjum allt öðrum tilgangi og þetta getur gerst í öllum trúarbrögðum eða hvað? Jú, og í pólitík líka og hefur gerst í öllum trúarbrögðum og stjórnmálastefnum því að þær eru stundum svolítið eins og trúarbrögð þegar það verið að sína þær og kynna þær og sumir aðhyllast bara sína stjórnmála skoðun eins og trúarbrögð þó að það sé engin kannski beinlínis frelsari eða svona
eitthvað sem kemur á ofan, allavega ekki frá einhverjum yfirnáttúrulegum verum, en Já, og svo efnis, eins og kapitalismin og efnishyggjan, já. Og sósíalismin og sósíalismin, ekki síst, sko. Já. Kommunismin, það var náttúrulega trúarbrögð sem afnötu, það var stefna sem afnötaði trúarbröðum og barðist reynda að bæla trúarbröðin niður. Og sást bara á venjulegu alþýðu heimili eins og hjá foreldrunum á Íslandi. Þannig að þetta skilaði sér við það. Já. Þannig að þetta kannski ástæðan fyrir því að það koma fram þessi nýjir boðberar og það sem til dæmis nýtt í Bahai-trúnni það að Baha'u'lláh afnam prestastéttina. Já. Þannig að það ekki lengur til staðar. Það svona sem var í kristni bara í upphafi, þá voru engir sérstakir prestar, þetta voru bara allir í sinni trú. Já. Kristur sagði aldrei nákvæmlega fyrir hvernig hann myndi láta byggja kirkjuna upp. Það var ekki mjög skýr fyrirmæli. Og síðan byggist upp þessi volduga kirkja, kaþólska kirkjan. Ég var enda við að horfa núna á The Godfather tríológíuna. Það sér maður svolítið hvað er mikið spilling innan kaþólskunar. Og jafnilega mafían var komið þarna með fingra sína inn í kirkjuna, sko. Já, það þetta svakalt. Og svo sjáum við þessi hneykslismál sem í gangi núna, sko. Sem að páfinn bara, það fara að reyna með þess að fara að hátsetti menn innan kirkjuna fara að kalla á það að hann þurfa að segja af sér, sko. Já, þannig að þetta svo mikið þetta með þessi þessi prestar sem að vera sakaður að brjóta og geta börnum. Já, skelfileg mál. Þetta alveg svakalegt sem hefur gerst þarna. Og sveipaði upp á þeirinu víða í einhverjum jafnvel mótmælenda söfnuðum og jafnvel hér á Íslandi, þannig að mann er enn kalt vatn milli Stíns og Hörns að hlusta á það sem hann. Og þetta kannski mitt merki þess að það eitthvað verulega mikið og það þarf kannski að hreinsa til, það voru tími þar ekki með neinum átökum, sko, eins og Baha'u'lláh lagði mikla áherslu á það, hann líka annarsmann gerði, hann afnam heilagt stríð. Hann sagði að Baha'ar megi aldrei nýta beita vopnum til að reyna að koma sínum málstað á framfæri. Hann segði að það gera með reyna að hafa boða trúna með góðum gjörðum og með því að segja þeirra fólki frá trúnni. Og með kannski að sína þá gott fordæmi eða hvað? Og sína gott fordæmi, já. En hvernig kynntist þú þessum trúarbrögðum, Sigurður? Þetta er svona tiltölulega nýtt á Íslandi til dæmis. Jú, ég kynntist þessari trú, skal ég segja, 1971, þegar ég var 21 árs gamall. Já, það er þó komið upp undir 5 áratugir síðan. Já. En það er stuttur tími í veraldarsögunni. Já, og eins og við vorum að tala þarna áðan, ég fór að missa svolítið trúna á kommunismann og fór að efast og ég held að það þurfa allir eitthvað til að trúa á, einhverja hugsjón til að berjast fyrir lífinu. Og þegar þetta gerist í mínu lífi, þá fór ég svona að leita fyrir mér og hugsa, hvað með ætti ég kannski að gefa trúarbrögðunum og svona andlegum stefnum einhvern séns. Svo ég fór að kynna mér hindúisma og buddhisma, sérstaklega hindúisma. Það var svolítið vinsælt á þenn tíma. Og jóga og slíkt, sko. Og popstjörnur höfðu nú alltaf hjálpað til við það. Bílarnir voru nú konur út í þetta. Og þannig að það var tildur auðvelt á þenn tíma. Og það gerir síðan að ég kynntist þarna heyrum Bahai-trúna. Og þeir voru með svona kynningar í Reykjavík, í Breiðfirðingabúð. Já. Og voru það Íslendingar? Nei, það var nú nokkri Íslendingar, það voru ekki margir þá, bara fáeinir Íslendingar. Já. Þetta voru aðalega, skal ég segja þér, fólk sem kom hérna til þess að reyna að hjálpa til við að stoppsetja trúna hér og þeir voru aðalega frá Kanada. Já, einmitt. Líka frá Bandaríkjunum og Þýskalandi og Englandi, en það var Kanada sem bara ábyrgði á því að hjálpa til við að byggja upp trúna hér á landi. Þetta svipað þegar að kirkja Jesú Krist sína síðardega heilugu eins og maður ávist að kalla hana núna. Mormónarnir komu til Íslands, það voru mitt Bandaríkjamenn, Kanadamenn, jafnvel einhverjir þjóðverjar og englendingar. Já, en þetta er þannig, sko, að í Bahai-trúnni að það var svo kallið 9 ára áætlun, þar sem var verið að boða trúna alla jörð. Þar og undan var svo kallið 10 ára krossferð, þar sem að á þeim tíma þá var trúin boðuð til 100 landa, sem þá breytist hún út til 100 landa á stuttum tíma. Og svo þegar kemur þarna, þá var þegar orðið nokkuð sterkt samfélag í Kanada og þeir senda síðan hingað sem þeir kalla við brautriðendur.
og þetta kom inn alveg hópur af fólki til þess að setjast hérna að og vinna hér og segja frá trúnni og þannig sem sagt kemst ég í kynnist þessu og það var reyndar í gegnum merka konu sem heitir Jóna Kvaran. Já, Jóna Rúna. Jóna Rúna Kvaran og hún gerðist reyndar Bahai. Já. Og hún var nú ekki gift Ævari Kvaran þá en ég kynntist Jónu þegar við vorum saman á leiklistanámskeiði hjá Ævari Kvaran og hún vissi eitthvað að ég var svona andlega leitandi og sagði mig frá þessu og ég náttúrulega henni ævinlega þakkláttur fyrir það. Þannig að var það hún sem var svona hálfgert dróði inn eða hvað? Nei, hún bara sagði mig frá því að það væri þessi fundir þarna. Já. Og þetta var eitthvað sem ég ætti kannski að kynna mér og ég bara ákvaða að fara og skoða málið. Þannig að hún hefur vitað að þú varst nú leitandi. Já, hún vissi það sko. Já. Og hvernig var þér við í fyrsta skipti? Manstu það? Já. Og heyrðir þessi skilaboð? Ég kom þarna ég man eftir því. Ég fór þarna eitt bara kvöldið til að hitta Jónu Rúnu, hún var nú ekki þarna reyndar. Nei. Kem inn í sal þar sem að fólk situr við kringum það voru borð þarna, það voru borð og fólk satt í hringinn í kringum borðin. Það var ekki neitt ræðumaður, en það var svona tónlist, svona vinsæl svona popptónlist á þenn tíma. Og ég settist niður þarna við eitt borðið og fór að ræða við fólk og þar var svona eftir var maður með svona blað, það sem voru helstu trúarbragða heims sýnd, sko. Það var að tala einingu trúarbragðana sem höfuðkenningu trúarinnar. Ég hef nú engan sérstakann áhuga á þessu. Nei. En það sem vakti athygli mínu og það sem að virkilega náði svona snart hjarta mitt, það var þegar einhver rétti mér bænabók og ég opnaði þessa bók og las eina bæn eftir Abdul Baha sem sonur Baha'u'llah. Var það búið íslenska þetta? Og það var á íslensku. Já. Og þessi bæn, bara að lesa þessa bæn, hún hafði þvílík áhrif á mig, það bara snart hjarta mitt svo djúpt að ég varð raunverulega Baha'i bara á þessari stundu, á þess að nokkur vissi það. Sko þegar maður svona ungur eins og þú, hvað segir, 21 árs? 21 árs. Þá annarkvort, sko, hefur voða fátt svona áhrif á mann, eða það kemur eitthvað svo sterkt að það eins og maður hafi verið kýldur í magan og síðan sko, fristu á maður í höfuðið einhvern veginn. Þetta er getur verið svo sterkt á þessum aldri. Sko ég var nýbúin að uppgöta það að Guð væri til. Þú var sannfærður það? Ég var sannfærður það áður en kem þarna inn á þennan fund. Og ég var raunverulega svo hamingjusam að hafa uppgötað það. Að finna það, þetta er það sem lífið snýst um. Það er að þroska sig andlega, það er líf handan þessa lífs og við þurfum, það hlýtur að vera tilgangur með lífinu. Það er ekki bara að boða einhverja svona efnahagskenningu eins og kommunismann. Heldur lífið hefur byggist af því að reyna að þroska sig andlega og reyna að hjálpa öðrum og gera eitthvað gagn. Og þetta, og ég hafði uppgötað það að það er aðri máttur til. Ég bara var sannfærðist það einhvern veginn. Á þess að ég hefði reyna vísindarlega sannanir fyrir. Það var erfitt að lýsa þessu. Þetta trú, það er svolítið erfitt nefnilega að sanna það sem maður trúir. Já, erfitt að lýsa því. En varstu búin að segja fólki í kringum þig, vinunum, fjölskyldunni, foreldrunum, að þú hefði væri komið þangað? Nei, það vissi það enginn. Þessa stöðu? Það vissi fáir þetta. En Jóna Rúna, hún var nokkuð næm, sko. Hún hafði fundið þetta? Já, ég held að hún var hansi næm manneskja. Og þannig að þegar ég les þessa bæn að þá gerðist eitthvað sko. Og ég bara, þetta var eins og að verða ástfangin. Það er ekkert smá, það er rosalegt. Og það er stundur sem kristni menn tala að endurfæðast, ég held að þetta sé það sama sko. Að eins og Kristus sagði til þess að komast þú verður að endurfæðast. Það er ekki nóg bara þetta sé á yfirborðinu. Þetta þarf að virkilega umskapa þig sem einstakling. Og það gerðist þarna? Já, það gerist, nei, ég sem náttúrulega var kannski ekki, breytist ekki. Nei. Þú veist þetta sami maðurinn? Já, en þetta var eins og að verða mjög ástfangin. Já, það er mikil breyting. Það er mikil breyting, sko. Og þetta var mjög sterk tilfinning og erfitt að lýsa því að það var bæði það að lesa þessa, fara með þessa bæn og lesa hana og bara þetta sló mig svo að þetta var eitthvað frá Guði komið, þetta er frá Guði. Og síðan kynntist ég líka ævi Abdul Baha sem var sonur Baha'u'llah. Hann var svona fyrirmynd, hann var einstaklingur sem var
algjör fyrirmynd í líferni. Það er ekki að ímynda sér hversu hreinn og hversu stórkostlega manneskja Abdul Baha var. Hann var í fangelsi nánast alla ævi sína bara fyrir það að trúa á Baha'u'llah og hann fór síðan til Vesturlanda og sagði frá Baha'ítrúnni og margir héldu jafnvel að hann var í Kristur. Hann var svona það geislaði svo á hann, men hann tók það skýrt fram að hann væri ekki sá sem heldur væri það Baha'u'llah og Babin sem væri þessi miklu boðberar. En hans líf, hann var algjörlega einstakur persónuleiki. Og þetta tengir svolítið því að stuttu áður hafði ég lesið bók sem hét Fullkomin Vestanhafs eftir Cyril Scott. Ég hef aldrei lesið þessa bók síðar, en það var eitthvað mann sem kom frá Austurlöndum, kemur til Vesturlanda og með lífi sínu þá sýndi hann fólki hvernig þú átt að haga þér. Hvað er það sem skiptir máli? Hvað er kærleikur? Hvað er samúð? Og þegar ég heyrði Abdul Baha og hans ævi tengdi ég þetta saman. Þannig að þetta var svona einhvers konar leiðarljós. Þetta var það einhvers konar leiðarljósi. Hugsaðu með þér, svona langar mig til að verða? Eða hvað? Já, auðvitað ekki það getur engin Baha'i komist nálægt til lífi sem hann lifði. En hann er okkar fyrirmynd. Hann er fyrirmynd Baha'i og við reynum að hann sagði hvart okkur til að reyna að líkjast sér. En maður getur það aldrei. Engin fullkomin. Nei, langt frá því. Við heldum áfram eftir augnablik, við heldum áfram að ræða trúna og svo ýmislegt fleira sem á daga þín hefur drifið. Við titluðum þig kvikmyndagerðarmann í upphafi og þú nú ferðast víða til dæmis. Þannig að þú getur nú sagt okkur eitthvað frá því líka og örlítið kannski skýrt betur út fyrir okkur hvað trúin þýðir fyrir þig og eins þetta, að því ég veit að því ég var nefna þetta, það vilja allir reyna að vera góðir. Við kannski skoðum það líka aðeins, hvernig maður getur verið svona reynt að vera allavega skapsta útgáfan á sjálfum sér. Sigurður Ingi Ástísson, við höldum áfram eftir augnablik. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Þarft þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544 44 44 544 44 44. Já, iðnaðarmenn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu. Steiktar gratineraðar gjallur. 3 frakkar, Baldursgötu 14. Fiskbúðin Sundlagavegi Auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlagavegi 12. Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukkan 9:30, 10:30 og 13:30. Innritinu í síma 581 37 30, 581 37 30, líkamsrækt JSB. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og koktelsósu, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum först verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773 04 44, 773 04 44. Ert á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund. Að sigla heimshöfin er ógleymanleg upplifun.
Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. norræna.is. Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
lag sem að gesturinn okkar valdi sérstaklega, My Sweet Lord, George Harrison heitinn. Þetta var mjög kunnulegur hljómur, Sigurður Ingi Ásgeirsson. Þetta þessi George hljómur, hann maður heyrði þetta með að segja á Beatla-lögunum sem hann samdi. Að það var svona eitthvað, það var sérstakt bragð á þeim. Já. Þú baðst þetta? Já, sko, George, hann var miklu uppahaldi hjá mér. Þegar ég var að alast upp, þegar ungur strákur, þá var náttúrulega Beatlarnir, það var ekki 60 eitthvað, 68, 66 sem þeir koma fram. Já, fyrir 62. Já, fyrir kannski. Og einn af bekkjabróðurum mínum var Þorgeir Ástvaldsson. Og ég man eftir því að hann var alveg á kafi í þessu, sko. Mikill Beatla-aðdáandi. Ég man að þegar Lennon dó, þá gerði hann sérstaklega þætti, held ég, bæðum Beatlana og Lennon. Mjög líklega, sko. Og það var náttúrulega allir sem menn völdu sér svona einhvern Beatle til að halda upp á. Og ég hélt nú reynda mikið upp á John og Paul eins og allir, en ég ákvað svona að George var minn maður. Já. Og það var George sem fór svona meira út í þessa andlugu hluti og hann kynntist þarna austurlenskri heimspeki og Maharishi Yogi og var til þess að Beatlarnir fóru held ég til Indland sem ég man rétt. Jú, þeir fóru þangað. Og það var svona mikil andleg vakning í heiminum, sko, á þessum tíma. Beatlarnir höfðu nefnilega gríðarlega áhrif á hvernig ungt fólk hugsaði og jafnvel hvernig eldra fólk hugsaði. Það höfðu mjög mikil áhrif, mjög mikil, og það var, held ég, eina ástæðan fyrir því að það var svona sprenging til með hvað var það Bahai-trúna. Sérstaklega árið 1971, þá var bara Bahai-trúin, það voru mjög margir sem kynntust henni og sérstaklega ungt fólk. Þess að þetta var nánast tískufyrirbæri. En það náttúrulega ekki það sem það á að vera. Það náttúrulega bara á yfirborðinu. En sem sagt, ég hafði alltaf mikið álit á George og hans leit, svona andlegri leit. Og það má oft heyra það í textunum hans og lögunum hans að hann alltaf einhvern veginn að leita að svona því góða. Já. Og það var einmitt það sem við vorum að ræða svona áður en við tókum okkur stutt hlé á þann, Sigurður, þetta með að reyna að verða allavega þó ekki sína maður skásta útgáfuna sjálfum sér. Já. Og þú lýsti því þegar þú last bæn. Já. Og varst allt í einu svona eins og ástfangin. Já. Sem mjög sterk tilfinning, það að verða ástfangin eða eignast barn. Já, svolítið svona að maður hættir að sko, allt í einu fyrir einhver annar manni sem skipta meira máli en maður sjálfur. Ég verð að viðurkenna að þetta var svo sterk tilfinning ég hef aldrei upplifað þetta síðan. Nei, aldrei? Nei. Já, merkið að þeir eru verið að leita að henni, reyna að finna hann í einhverju? Nei. Maður finnur það helst kannski, að lesa helgirítin eða fara með bænir, þá getur maður öðlast þessa tilfinningu. Komið svona nálægt. Já, ég hef fundið það, jú. Já. En hvernig á maður að lifa lífinu til þess að ná því að vera svona eins góð útgáfa manni sjálfum maður getur orðið. Við vitum það að fólk getur mistið í sig og allt í einu þá skiptir ekki lengur máli að vera almennileg manneskja heldur bara verður allt í einu brautin þægilegri í áttina að jáfnvel til glötunar. Það er skelfilegt þegar það gerist. Já, það er það og það er mjög gott að hafa einhverja hugsjón til að lifa fyrir og trú, það er það sem einmitt trúin veitir manni og það til dæmis það að fara með bænir daglega, það er mjög mikil styrkur í því og lesa helgirit trúarinnar og hugleiða daglega. Allt er þetta hjálpar að manni í svona í daglugu lífi. En það er ekki nóg bara að gera það, þú þarf líka að gera eitthvað. Það er ekki nóg að fara með og segja einhverju fallegu orð og biðja Guð að hjálpa þér. Þú þarf líka að framkvæma. Já. Og þetta þarf að leiða til þess. Og ef ég lít bara á það til dæmis það sem Bahai samfélagi er að gera, sem ég finnst mjög merkilegt, og það er verið að gera þetta út allan heim. Það er lagði áherslu á 4 grunnþætti. Það fyrsta lagi það er að kenna börnunum. Það er barnakennsla. Fræða börnin dygðir og trú á Guð. Það er eitt. Síðan er það sem er kallað svona unglingahópar, það sem er ungt fólk, það er oft kannski unglingur sem er kannski aðeins eldri, kannski konum 20 eða 30, og kannski ungt fólk. Aðstoðar sín þá sem er ennþá yngri, 12 til 15 ára gamleir, að
það fari í gegnum ákveðna bækur og síðan eru unnið svona þjónustuverkefni þar sem þú ert að þjóna og að gera eitthvað fyrir gott fyrir samfélagið. Síðan það þriðja lagi þá er svona helgistundir sem er það sem við bjóðum fólki heim til okkar til að koma saman og fara með bænir og syngja saman og það er opið fyrir alla. Og í fjórða lagi þá er það námshringir. Það er fyrir svona, það sem er 15 ára eldri og það eru líka bækur, það eru konar 10 svoleiðis bækur og maður fer í gegnum þessar bækur og þetta er einmitt byggist á því bæði að lesa helgiritin og hugleiða þau og síðan að reyna að framkvæma það sem þarna er sagt og síðan þegar maður er búin að fara í gegnum 7 bækur þá fer maður sjálfur að kenna öðrum. Stofna svona námshringi sem það láta gott af sér og svo getum við sagt 5. er það sem að kallast félagslegar aðgerðir og það eru til dæmis að stofna skóla, það er svona stærri verkefni vera með kannski með sjúkrahús eða annað slíkt og oft er þetta tengt tilbeiðsluhúsunum. Það er verið að stofna núna að byggja Bahai tilbeiðsluhús víða heiminn og í kringum þau verða svona stofnanir sem að eiga að aðstoða og vinna í því að byggja upp og bæta samfélagið. Já, þannig að það er alltaf verið að vinna á því. Að gera samfélagið og sjálfa sig að betra fyrirbæri. En sko, ég vil taka fram að við Bahai erum ekki eina fólki sem er að vinna eitthvað gott í heiminu. Það er fjöldi manns, eitt af því sem maður sér einmitt í dag, það er svona marga jákvæðar og góðar hreyfingar spretta upp hér og þar. Og alls konar toga. Já, og einmitt við Bahai viljum leggja áherslu á það að bjóða fólki að vinna með okkur. Við viljum vinna með öðrum. Og eitt af því sem Baha'u'lláh sagði reyndar að hann sagði að sameinið fólki af öllum trúarbrögðum í anda vináttu og bræðralags. Hann lagði mikla áherslu á þetta að við værum alltaf að vinna með öðrum og ekki bara einangra okkur og vera opin og vinna með öðru fólki og öðrum trúarbrögðum. Og þetta er hægt ef allir eru bara jafn opnir og segja bara já, ég er alveg til að vera, ef ég vil láta gott af mér leið og vil búa í góðum heimi, þá er ég bara til að vinna með öllum. Og svo er þessi neikvæðu öfl sem vinna þarna, það er þannig í heiminum í dag eru bæði þessi neikvæðu öfl sem er að draga okkur niður, reyna að stofna trúar ofstæki til dæmis, mikil efnishyggja græðgi, stríðsrekstur og hvetja til styrjalda. Sumir græða á því Sumir hreinlega græða á því. Og það er þessi neikvæð og svo þessi jákvæðu öfl sem við erum að byggja upp í heiminum. Eins og til dæmis eitt af því sem er mjög jákvæð, það eru Sameinuðu þjóðirnar og það við Bahai vinnum mikið innan Sameinuðu þjóðirnar og reyna að styðja þá stofnun og erum í skrifstofur í New York og í Genf og vinnum mikið starf meðal innan Sameinuðu þjóðirnar. Við höfum trú á því að þessi alþjóðlega stofnun sé svona fyrsta skrefið í því að það sem Baha'u'lláh talar að það þarf að koma á einingu með þjóða heimsins. Það þarf að vera alþjóðlegt þing. Alþjóðlega dómstóllinn í Haag er svona dæmi þessi fyrstu skref. En hættan er alltaf svo að það verði einhver spilling og menn fremji jafnvel ódæðisverk í nafni góður að stofnana. Já, ég held að sé nú minni hætt á því þegar þetta eins og Sameinuðu þjóðirnar, það sem eru fulltrúar allstaðar úr heiminum. Það sem er miklu meira hætt að það er einmitt svona hópar eins og einhver svona trúar kreddur hópar sko, eða eins og þessir ultra-right eða sem sagt svona kynþátt, þessi hvítu sem er að berjast fyrir því white power og nasismi bústalega, þjóðurnis. Allar öfgar eru bara ekki. Allar öfgar, kommunisminn í sinni verstu mynd, þjóðurnis hyggja og trúarofstæki. Þetta talaði vendari Bahai trúarinnar Sjóki Effendi talaði þetta sem falskviðina. Mestu falskviðina. Það er græðgin, það er trúarofstækið og þjóðernishyggjan
En það ekki það með sagt að fólk með ekki vera sko langa í einhverja hluti eða búi í sæmilegu húsi og eiga farlegan bíl og kaupa einhverju föt. Það til að banna mönnum það eða halda með Íslandi í fótbolta. Nei. Og eins með föðurlandsást, það ekkert að föðurlandsást og við ekkert óeðlilegt við það maður elskir sitt eigið land. En hann sagði þó að það spyr ekki að mikla sem elskar sitt eigið föðurland heldur þess sem elskar allt mannkynið. Já. Þannig að hann sagði jörðin aðeins eitt land og mannkynið íbúar þess. Þannig að þetta ný sýn að við erum að líta á alla jörðina, við sem alla íbúarjarðina sem við erum bara eina fjölskyldu. Við erum öll bræður og systur og þurfum að vinna saman. Og við sjáum það einmitt gerast þegar einhverjir vondir eða mjög góðir atburðir eiga sér stað. Það voru eiginlega 2 mjög góð dæmi þetta, svona þessa fegurð í sumar. Að mínum mati, svo er það örgulega miklu fleiri. Það var þegar við erum að bjarga drengjónum úr hellinum. Já. Hvernig allur heimurinn fylgdist með og þeir sem gátu hjálpuðu. Og svo var heimsmeistaramótið í fótbolta. Hvernig það kallaði fram og svo gott í svo mörgum. Já, það má segja það. Raunverulega er sko svona alþjóðleg mót eins og knattspyrnumót. Þau geta staðlaða friði á vissan hátt, já. Og Eurovision. Já, einmitt. Svona keppni á einhverju svona... Þegar fólk á ýmsum þjóðum vinnur saman að einhverju sameiginlega, já, það getur haft mjög góð áhrif. Og að takast á en allt í góðu. Já. Það er bara svo skemmt. En svona þú sjálfur, Sigurður, þegar þú 21 árs allt í einu sást þessa nýju heimsýn. Hún birtist þér í höfðinu og þú breyttist þú, fórst að hugsa einhvern veginn öðruvísi, valdur þér aðra leið í lífun en þú hefðir mögulega gert annars, veistu það? Sko, ég náttúrulega heitlaðist að þessari trú og kenningum hennar, en það tekur mjög langan tíma samt að átta sig á þessu og átta sig á því hvað get ég gert, hvernig ætti ég að hegða lífið mínu, þetta tekur langa tíma þó að þú aðhyttist eitthvað, það er ekki það mér að þú breytist á einni nóttu sko. Þetta er þroskaferli. Já. Og svona eftir því sem maður eldist þá fer maður svona að hugsa meira það, það væri nú gaman að reyna að beita sér meira og reyna að gera eitthvað meira gagn og það held ég að sé bara mjög algengt viðhorf hjá flestum sem aðhyllast einhverja hugsjónir. En þetta tekur tíma að átta sig á þessu og þroskast. Og líka það að þegar ég kynntist trúnni sko, þá vissi ég raunlega ekki mjög mikið trúna. En þá eftir það fór ég síðan og vissulega kom tímabila sem ég var að spyrja sjálf mig, er þetta kannski bara einhver bara blekking, er þetta Akkur er þetta fólk allt svona voðalega gott við mig? Akkur er allir svona brosandi? Er þetta kannski bara mafía? Og þetta var einhvers konar leikaraskapur? Já, bara kannski er þetta bara ekki raunverulegt, kannski bara verið að plata mig. En svo sá ég þetta fólk, þetta var virkilega meinti það sem var að segja. Og síðan fór ég að lesa helgiritinn og fór að lesa, ég hef mér kynnað mig Biblíuna og fór að lesa ein bók sem hafði mikil áhrif á mig, var bók sem heitir Þjófar á nóttu. Já. Fjallaði svona Biblíuna og spádóma Biblíuna og hvernig Bahai trún uppfyllir kenning spádóman í Biblíunni. Þannig að maður þarf að fara í gegnum svona langt tímabil þar sem búið lest og þú hugleiðir hlutina og smátt breytir þetta þér til hins betra. Þannig að þetta er spurning að byrja, þetta er bara eins og í líkamsræktinni að það getur verið skelfilega erfitt og leiðinlegt að mæta í fyrstu tímana. En svo allt innu verður fólk bara að háða þessu og finnur bara hvað það gerir því gott. Já. Er það svolítið þannig? Jú, þetta minnum að það sem að vinnuminn sem ég hitti á Vanuatu fyrir nokkrum árum síðan, breskur maður sem Bahai sem hafði farið frá bjó nú á Nýja-Sjálandi, fór til Vanuatu og ásamt konunni sinni og þau fluttuðu þarna bara inn í frumskógin og voru að hjálpa fólki og stofnuðu sem enda með því að stofnuðu skóla. Unnið þarna mikið verk og hann vann þarna með holdsveiku fólki að reyna að hjálpa fólkinu og hann var með vorðu bresku krúnuna fyrir sín mannúðarstörf, með merkum maður, breskur maður. Hann sagði alltaf við mig, taktu fyrsta skrefið, taktu bara eitt skref og taktu fyrsta skrefið.
take the first step. Já, hvert ferðalag byrjar á einu skriði. Já, og maður bara má ekki vera hrættur við ef maður ætlar að gera eitthvað, take the first step. Þetta eru ágætt skilabóð því að það er svo margir sem að mikla alls konar fyrir sér, alveg sama hvað það er. Sérstaklega þegar því fólki finnst að þurfa að breyta lífið sín á eitthvað nátt, að einmitt fyrsta skrefið er ofta erfitt. Og líka það kannski að geta ekki, mann veit ekki alveg hverjum kannski er að treysta til að segja frá hvað var langar til að gera. Hafður fólk til að tala með það hvernig þér leið á sín tíma? Hafður þú eitthvað til að tala þetta við? Svona þegar þú varst búin áttið á hvert þú ætlar að fara? Já, ég hafði náttúrulega Baha'i samfélagi. Baha'i vini mín og ég eignaðist mjög marga góða vini. Og ég sagði nú ættingi mínum og fjölskyldunni frá þessu. Þá var nú ekki alltaf allir vonum tilbúin til að hlusta á það að skilja. Nei, það var nú ekki, sko. Nei, en þú varst ekkert útskúfaður eða ítti hliðar fyrir þetta? Nei, það var nú ekki þannig. Nei. En ánasumir sem voru ekkert allt og ánæði með það að ég skildi allt inn vera svona trúaður. Það var ekkert allir ánæði með það. Passaði ekki alveg inn í myndina? Nei. En svo eftir því sem árin hafa liðið, það sáu þeir held ég, þegar kannski voru, þetta var sérstaklega fjölskyldumeðlimir, kannski voru þessir hrættum að ég væri að fara inn í einhverja svona köld, sko. Já, eitthvað hættulegt. Eitthvað hættulegt, sko. Því það hefur verið mikið slíkt og við þekkjum það. Við getum árin að koma fram svona alls konar svona, hvað kallast köld? Svona sértrúarhópur, en samt ekki alveg. Nei, það er eitthvað sérstætt, mann ekki alveg hvað. Já, þetta er, þú veist, svona það sem er einhver einstaklingur sem ræður að hópnum og svona einhver falskristar, sko. Já. Og ég held að það hefur og leiðir oft bara til skelfilegar afleiðinga. Fólk gefnir fórna lífið sinni þess að lætur líf sitt fyrir ekki neitt, sko. Nákvæmlega. Eins og dæminn sanna. Já, eins og dæminn sanna. James Jones og fleiri slíkir. Og ég held að það hefur eitthvað hræðsla við þetta kannski. Já. En svo þegar foreldrar mín og aðrir, fjölskyldumeðlimir, bara átt að sjá því að þetta var bara að gera mér gott og þau sá að þetta hafði ekki slæmi áhrif á mig og ég varð ekkert skrítin eða svona undarlegur. Ég náttúrulega trúaður og talaði talsveit mikið þetta en ekki svona neitt öfgamaður held ég. Nei, þú varst bara áfram sami gamli Sigurður. Vona það, ég ætla ekki við það. En við ætlum að ræða svo margt annað, ferðalögin, þú nú farið við það, en tíminn er bara að fljúga frá okkur, kvikmyndagerðina, tónlistina, og svo margt sem við getum talað um, þannig að við verðum eiginlega bara að fá því heimsókn aftur síðar og kannski fyrir en síðar, ef þú hefur tíma, af því ég veit að það er nú oft sem menn hafa mikið að gera. Nei, ég hef ekkert svo mikið að gera. Nei. Ég er nú komin á eftir laun, sko. Já, það er nú oft sem menn hafa aldrei meira að gera en Jó, reyndar. Og ég er svo sem að byrja á stóru verkefni núna sem ég ætlaði að segja þér frá. Já, komdu með það. Ég er, eins og þú sagðir þarna eitthvað, ég er kvikmyndagerðarmaður og ég fór einmitt að velta því fyrir mig, hvað get ég nú gert eitthvað í gagni. Og það datt mér í hug að taka upp svo kallað sem heitir Baha'i innblásin tónlist. Það er mikið verið samið á tónlist út allan heim, Baha'ar. Margir þekkti tónlistumenn, þú kannski hértu Seals and Crofts, Dizzy Gillespie, þú ert jazzleikarinn og spilaði trompet. Frábær. Og margir merkir tónlistamenn. Og það hefur verið svona mikil hreyfing, Bahá'u'lláh legði mikla áherslu á einmitt að syngja helgiritun og syngja og vera glöð. Og nota tónlistina. Og það er mikil eiginlega sprenging, getum við sagt, innan Baha'i trúarinnar með það að það verið mikið samið á tónlist og sumt að þessari tónlist er algjörlega stórkostleg. Og ég mér langar til að ferðast heiminn og taka eitthvað upp að þessu. Spennandi. Já, og ég er að fara til London núna í næsta mánuði og síðan til Madrid. Það eru fyrsta sem ég að taka upp. Síðan mun ég á næsta ári er ég komin með Þýskalandi, það mun ég taka upp í lok mars og hugsanlega fer ég til ennþá víðar, sko. Og hefur nú komið víða við, þó. Þannig að þetta er spennandi verkefni. Þetta er mjög spennandi verkefni, já, ég hlakka mikið. Gangi vel með það, Sigurður. Og kæra þakki fyrir að vera með okkur, Sigurður Ingi Ásgeirsson, og gangi þið vel í öllu sem þú gerir. Þakka kærlega fyrir. Það komið tími til að kveðja, kæru hlustendur, njótið dagsins og verið góð hvert við annað, verið sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Stélin, Höfðabakka 9, sími 578 6300, 578 6300. Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773 04 44, 773 04 44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað er betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, Höfðabakka 1 við Gullinbrú, sími 777 2000, 777 2000. Hellurhreinsun Auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við mynstrusteypu og lökkum. Þrífum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775 6080, 775 6080, hellurhreinsun.is. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og eksem. Hátt hlutfall omega-3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíunni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönuhrauni. Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, Mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is. Að sigla heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00, norræna.is. Caterpillar vinnu, útivistar og hversdagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Níðsterkir hágjaða sokkar. Caterpillar þerm og undurföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið. Höfnum þöggun og ritskoðun. Styrktarreikningur útvarp sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarp Saga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.